Þú voru bara að tala hærra. Er ég komið? Nei, ég bara við förum núna yfir í skemmtilegu hlið málsins, hönnun og pappír og stjórnsýslu. Ég ætla nú ekki að vera margorður en aðeins að segja ykkur frá þessari hlið á Miðhrauni og kannski nokkur orð Hvaleyrarbrautarbruna á eftir sem var nú helmingi lítið þó húsið væri ekki stórt. En þegar að þetta hús í raun er byggt þá var aðalhönnun samþykkt 2002 upphaflega og með henni var bara brunahönnun frá FSI og Gunnar Kristjánsson var með hana og þekkir þetta vel. Og upphaflega var notkun hússins óviss, það var ekkert búið að ákveða hvað ætti að koma inn í þetta eða fá leyfi. Og vegna slökkvivatns sem var nú jafnvel ennþá lakara þar heldur en núna, þá var bara ákveðið að það færi vatnsúðakerfi í húsið. Og síðan er þetta byggt, skal ég segja ykkur, þarna á árunum 2001 og 2002 og á þeim tíma voru 19 úttektir á byggingatíma. Og greinilega, myndum að segja, bara svona kerfið að virka gagnvart milli byggjenda og stjórnvalda. Og húsnæðið var óinnréttað. Það var ekki komin notkun í það, þannig að þetta fór ekki neinn lokaúttekt eða neitt fram á því, sem var svo sem ekki verið réttur tímapunktur. Og þegar að lá fyrir að Ladibær og geymslur kæmu inn, þá komu inn nýir brunauppdrættir með endurskoðaðri brunahönnun og þar var fallið frá vatnsúðakerfi á bara mjög rökstuddan hátt allavega hvað varðar Ladibær að bruna álag í kvikmyndaveri er mjög lítið og það myndi, ef horft á kannski 200-300 megasjúl á fermeter, þannig myndi enginn stinga upp á vatnsúðakerfi í slíkt húsnæði þegar það var eitthvað annað heldur en kvikmyndaver. Og þetta var rætt mikið á sínum tíma þegar geymslur voru innréttaðar, það var annar brunahönnun en það. Og reyndar held ég að við skiptum nú kúrs fljótlega eftir það og það hafi ekki verið innréttaðar geymslur á þessar tagi eftir það nema með vatnsúðakerfi. Einfaldlega því að það er bara ekki séns að slökkva í þessu eins og við áttum á þarna en niðurstaðan var sú að allir sættust á það að það yrði ekki vatnsúðakerfi þar heldur. En á móti var náttúrulega gríðarlega vel gengið frá öllum brunavörnum. Þarna er steinull og gifs og allur pakkinn í öllum veggjum og allt burðarvirki sem ekki er steypt er kyrfilega pakkað inn. En maður sá það líka mjög vel eftir brunan hvernig hafði verið gengið frá þessu. En í þessum breytingum þá voru svona reiklugur, við grófreiknaði þetta svona kannski 1,5% og eldvörn og burðarvirki og þessar hefðbundnu lausnir hjá geymslum. En lokaúttekt fór heldur ekki fram eftir þennan tíma. Og skýringin er sú að húsbyggjandi bara bað ekkert lokaúttekt og eins og reglugerðin var á þeim tíma, þá gat byggingarfulltrúi í raun og veru ekki komið inn með þvingaða lokaúttekt eins og kemur í 2012 reglugerðin. En við fórum þarna í eldvarnaskoðun, svona kannski af hálfgerðri tilviljun lentum þarna inn, á þeim tíma þegar að verið var að svona klára að ganga frá kvikmyndaveri. Geymslur vinnirinn komu eitthvað aðeins á eftir. Og þá gerðum við náttúrulega bara athugasemdir við svona það sem ennþá út af stóð og fengum staðfestingar á því og alltaf eftir okkar vitund þá var það bara allt klárað sómasamlega. Þannig að
á þessum tíma þarna, þá ferlið í raun og veru bara alveg eftir bókinni, þannig nema lokaúttektin. Síðan eru á næstu 10 árum smávægilega breytingar 2005 og 2013 sem að snertu ekki brunamála neinu leyti, það var að setja fatlalyftu hérna, okkur smá innréttingabreytingar í þessu hérna. Og það sem að gerist síðan 2015, að þá förum við í Edvarðarskólann aftur. Þetta er náttúrulega allt og langt á milli í sjálfu sér. En þá skoðum við geymslur. Það var eitthvað algjört smotteri sem hægt var að finna það og bara allt í bara fínni röðureglu. Latibær farinn og hans húsnæði tómt, allavega lagerinn. Þannig að það var ekkert skoðað. Þetta er í janúar 2015. Síðan gerist það að hérna í desember eru lagðar inn til byggingarfulltrúa og teikningar af verslun Æsver, eingöngu verslun. Og því að það var í raun og veru breyting. Það var ekki sótt þetta svona formlega og teikningunum var bara skilað inn, þannig að það var heldur ekki hægt að ganga frá neinni afgreiðslu eða neinu ferli. Teikningunum kannski liggja þarna eflaust í skjalasafninu sem hérna samþykktar. Frá þessum tímapunkti í raun vitum við ekki neitt svona í detail, þangað til náttúrulega bara þetta brann 2018. Og þá velti maður því svolítið fyrir sér, svona, þú veist, hvað fer úrskeiðis. Og ef maður horfir á það, og þá við vitum alveg hvað það er, þannig kemur náttúrulega ellingslagerinn og ekkert fyrir að spáka það sko. Að það er allt gert í þessu húsi eftir bókinni, þannig, til 2015. Og engin vandamál. En síðan, þegar að verða eigendabreytingar, notendabreytingar og svona, að þá er vikið frá þessum öruggu reglum í stjórnsýslunni með að sækja og hérna, þú veist, það sem hefði klárlega kallað á fullscale brunahönnun ef það hefði verið gert. Og það er þannig að það er við þær aðstæður sem að hættan á því að hlutinni fari úrskeiðis verða miklu meira. Þetta eiginlega fer út á sporinu 2015. Og hérna, og svo bara sjáum við afleiðingarnar af því að þær geta verið hrikalegar. Og þetta er ekkert eina húsnæðið sem hjálpar mér á svæðinu, það er hellingur af húsnæði. Þar sem að brunahönnun, jafnvel stærri hús, þar sem brunahönnun gerir ráð fyrir svona notkun og forsendum og takmörkunum og einhverju dóti sem ekkert spáð í. Og ég held að það sé reynsla okkar af þessu, ég er ekki í svona neinu blame game sko. Þetta er bara svona, kannski ennþá svolítið kerfislegt vandamál, þetta er svona kultúr sem er bara verið að vinna í að breyta. Að ég held að notendur húsnæðis, margir þeirra vita ekki hvað aðaluppdrættir eru, og þeir sem vita það, þeim finnst þeir ekki koma sér neitt við. Og nota bara húsnæði eins og það blasir við. Þetta er raunveruleik í gríðarlega mörgum tilvikum. Og hérna, og mér er svona stundum gaman að líta öxla, ég er nú búinn að verða 30 ár í þessum bransa og ég man þá tíma, gamli kallar frá alltaf að rifja upp sko. Man þá tíma þegar að, hérna, skal ég segja ykkur, það voru bara engar eldvarnir í atvinnuhúsnæði, bara hérna upp á 90. Þá var ég að byrja í lokaúttektum með Guðrúnu Ólafs sem þá var hjá byggingarnefnd. Og þú veist, það var bara, húsnæði var ekki byggt eftir teikningum. Það bara fengu samþykkt til að geta byrjað, það var byggt, útlitið var byggt bara svona þannig að skipulagið væri til friðs og það væri ekki svona neitt sem blasti við. Svo innréttuðu menn bara húsin eins og þeim sýndist. Og þeir sem voru að byggja þau, þeir steyptu ekki einu svona endilega upp eftir teikningum. Við komum inn í hús, fórum hérna 91 og 2 vorum við að byrja að skoða með samþykktum aðaluppdrátt. Menn þurftu iðulega að fara út aftur bara til að tekka sig af, þetta er ég í réttum hús. Og ég er ekki íkjær sko. Og síðan náttúrulega, þegar ég horfir á síðan sko, ástand eldvarna núna, Guð hjálpi mér, ég meina, ég lít bara sáttur öxl, svona yfir farinn veg og það með ykkur öllum. Það er gríðarlega margt sem hefur haft áhrif á það þegar það hefur orðið svona. En ég held bara að með kannski þetta eigendur axli svolítið grimmara ábyrgð sína eins og reynda nýja reglugerðin gerir ráð fyrir.
að ég held að þetta bara, þú veist, við erum á leiðinni og ég veit til dæmis eins og eigendur þessa hús fyrirtæki sem er á fullu í að reyna að standa sig í umhverfi. Við erum bara ekki alveg komin á þennan stað. Ég ætla að segja ykkur smá frá Hvaleyrarbraut 39. Að það er svolítið sérstakt, svona þegar maður er að horfa á hvað getur farið úrskeiðis, hvað getur klikkað í kerfinu. Húsið er byggt, held ég, upp á 90, 92, fyrstu teikningar til 94, núgildandi eða næstu samþykktu teikningar voru teiknaðar 96, 97, voru bókfærðar og stimplaðar af byggingarfulltrúa 2002, svolítið svona óljóst. En ef við tökum aðaluppdrætti frá 2002, þá er hönnuður A sem gerir breytingu á efri hæð hússins, þar sem trésmiðjan var. Og þá var einn eigandi af húsinu. Og á texti byggingarlýsingu segir, á báðum hæðum sé vatnsúðakerfi, sprinkler, sjálfstætt fyrir hvora hæð. Þetta var á teikningunni af efri hæðinni, en af því að það var einn eigandi af húsinu þegar þetta var, hafði hann fulla heimild til þess að taka þessa ákvörðun fyrir neðri hæð. Þetta gilti fyrir allt húsið. Síðan gerist það 2013 að annar hönnuður B breytir neðri hæð hússins. Á þeim teikningum er ekki orð vatnsúðakerfi. Teikningin er stimpluð og samþykkt og árituð af okkur og sem byggingarfulltrúa. Vegna þess að hönnuðurinn, hann skoðar ekki hönnunargögn sem liggja fyrir. Ég hef oft verið að velta þessu fyrir mér, ef maður væri lögfræðingur og maður þurfti eða breyta einhverjum samningi sem er til þinglýstur hjá byggingarfulltrúa. Guð hjálpi mér, les maður ekki gamla samningin sem maður er að breyta í spað? Jú, eignaskiptasamningur sem verið er að breyta. Þarf maður ekki að lesa hann og samlesa með hönnunargögnum og öllu slíku? Jú, en það er í raun algjör plága með hönnun og við rekum okkur ofta á það. Þegar við til dæmis erum að fara yfir hjá byggingarfulltrúa, að það eru alls konar kvaðir og eitthvað og ákvæðið brunavarnir. Og svo verið að breyta og það er kannski einhver annar hönnuður, jafnvel stundum sami arkitektinn og er með og var með gömlu tíma. Og menn gæta ekki að því sem gildir húsið núna. Og þetta er svona extrém dæmi. Við erum stundum að nudda mönnum upp úr þessu, við erum að spyrja á eitthvað og kannski misgóð svör frá aðalhönnuðum. En þetta er svona extrím dæmi það sem að vegna vanrækslu við hönnun, þá hverfur vatnsúðakerfi. 2002 voru í Hafnarfirði, ég ætla bara tíðarandinn, þeir minni sveitarfélögin eru yfirleitt aðeins á eftir Reykjavík sem bara vegna stærðar og burða, kannski riður svolítið brautinu. Var bara eðlilegt, þá náttúrulega nú er aðrir tímar og flott og röð og regla á hlutunum. En þarna einhvern veginn dettur vatnsúðakerfið út og er samþykkt og síðan er í raun heldur engin úttekt sem beðið þarna. Ég veit ekki alveg hvernig það, ég skoða þetta ekki eins nákvæmlega á hitt. Og síðan þegar að brunin verður, þá var gríðarlega mikið brunaálag í húsinu. Þetta var trésmiðja, en þau voru nýbúin að taka inn smíðavið til næstu 3 mánaða. Þannig að það var mjög mikið efnið, mikill eldsmatur inni. Og ef að þarna hefði nú verið vatnsúðakerfi og vatnsúðakerfi hefði verið hannað fyrir trésmiðaverkstæði með einhvern ákveðinn lager, þá hefði ekkert staðið fram yfir þessu. Og þetta eru svona pælingar sem að maður veltir fyrir sér og það eru margir leikmenn sem koma að þessu. Og eitt af því sem að við höfum velt fyrir okkur, til dæmis, að til dæmis þegar að tryggingafélög taka svona hús í tryggingu. Tryggingafélögin sitja alltaf uppi með svaðaleg högg þegar svona dynur yfir. Þá eru svona moment í bara á tímalínunni
þar sem eru tækifæri til þess að minna á, heyrðu, halló, á ekki að vera þetta eða hitt, eða er notkunin í samræmi við húsið, eða þarf ekki eitthvað að kíkja á þetta út frá brunatækni þáttum, skiljið. Tryggingataka er einn af þessum brotpunktum sem eru möguleg. Til dæmis bara það að tryggingafélögin eða spyrja sömu spurningar. Það hefur ekkert með samráð að gera. Þetta eru bara svona hugmyndir, sko. Og eins til dæmis með eigendur fasteigna, auðvitað þurfa þeir líka þegar það er að koma nýr leigjandi. Það er náttúrulega akkúrat punktur til þess að spyrja ákveðina spurningar. En þetta er náttúrulega bara staður sem við erum ekkert komin á, en við viljum mjög gjarnan stefna. Og þetta er nú það sem ég ætlaði að segja þessi 2 hús. Nema það séu spurningar. Var vatnsvöðukerfið komið á efri hæðina? Nei, það var ekki vatnsvöðukerfi. Alls ekki. Mér langar bara svona í framhald af þessu með tryggingarnar að í öðrum löndum sumstaðar að þá gera þeir einmitt tryggingafélög geta gert auknar kröfur. Þeir geta neitað að tryggja ef þú hefur ekki vatnsvöðukerfi. Eða aukið, þeir geta farið fram á það að eins og í lagerhúsnæði eða öðru sem húsnæði sjálft kannski undir þeim stærðarmörkum að byggingarreglugerð krefst ekki vatnsvöðukerfi, þá getur tryggingafélagið komið með þessu kröfu bara nei, við tryggjum þig ekki nema þú setur vatnsvöðukerfi. Ég hef ekki lagaverkið úti, en hérna eru náttúrulega tryggingafélagið neitt til þess að tryggja brunatryggingu fasteigna af því þetta er skyldu. Eða þau gera það vísu þannig líka að þá er bara árskjöldið bara mjög herra. Jú, en þetta er kannski líka eins og við segja svona bara staður sem við erum ekki komin í. Það er ekkert blame game í neinu af þessu. Nei, ég bara segja svona, þar og við höfum einmitt erlendir ráðgjafar hafa líka spurt okkur, já en hvað segir tryggingafélagið? Já. Við segjum bara það, ekki málinu bara ekki. Okay. Sérðu fyrir þér að, nú finnst mér, þetta miðurhraunsmál einhvern veginn vera þannig vaxið að það fellur fyrst og fremst á breyttu notkun sem er ekki tilkynnt. Og fær að grassera og vera einhvern tíma. Sérðu fyrir þér einhverja leiðir til þess að grípa þetta í kerfinu? Sko, við erum núna að fara á þessu ári, allavega slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, við erum byrjuð að vinna algjörlega eftir nýju reglugerðinni eldvarnir og eldvarnareftirlit. Og það náttúrulega felur í sér að við keyrum á eigið eftirlitið. Erum bara að byrja, erum að taka notkunarflokka 4, 5 og 6 og ætlum að reyna að klára þá að reyna að koma þeim á koppinn á þessu ári. Og svo ætlum við bara að halda áfram og reyna að virkja þetta, því ég held að það er ekki kannski lausnin endilega að þrefalda fjölda eldvarnareftirlitsmanna. Ég held að leiðin og lausnin er bara að láta ábyrgðar skilgreiningar laganna virka, að eigandi ber bara ábyrgð á sinni húsi. Og það finnst mér vera, við þurfum að reyna að koma því inn að eigandi sé með augun opin þegar að verða leigjendaskipti eða hann sjálfur er að breyta notkun. Og tryggingafélögin hafa svo möguleika á því að vinna skipulega á einhvern máta, skiljið á því að svona reyna að grípa breytingarnar þegar að aðstæður eru til. Þegar nú verður eitthvað að vera í lögum með lengi að eigandi sjálfbyrgur? Jú, en það hefur bara svo illa virkað, það hefur verið, kúltúrin hefur verið hér að leigjendur fá í raun og veru mikið af pakkans oftast, bara samkvæmt í leigusamning. En eigendur eru þeir sem að verða að fronta opinbera aðila, en að þú sækir ekki byggingarleyfi á þess að það gerist í allavega með uppboðeiganda. Og eins er með okkur, við viljum að eigandi bekinni hver er eldvarnarfulltrúi, alveg sama þó að það sé samkvæmt einhverju samkomulagi við forráðamann. Og starfsmaður hjá forráðamanni sé eldvarnarfulltrúi, þá viljum við að það sé eigandi sem að tilkynna. Er einhver málaferli í gangi varðandi miðurhraunið, varðandi ábyrgð eiganda? Ég veit ekki meira en bara það sem hefur verið í fjölmiðlum. Það var greinilega eitthvað í bígerð. Þekkir einhver það, hvort að slíkt er í gangi?
Það er hópmálsókn í gangi sem hefur verið í fjölmiðlum, spennir vísað til, og ég veit ekki á hverju hún beinist og hvort það sé alveg full vitað. Þetta getur tekið ár eða meira, þetta tekur sinn tíma. Gunnar, þú varst? Það er eitt sem ég hef ágjörð af í þessu, sko, að það þurftum að tala um litla kallin sem veit ekki hvað henni að gera. En sko, nú erum við bara að sjá það að stór og virt fasteignafélög eru ekki að tilkynna notkunarbreytingu. Og þá veltir maður fyrir sér, hvernig er þá með það heima? Ég er bara ágjörð af þessu. Við höfum hort þannig á það, við höfum til dæmis rættum við alla aðila eftir miðfram. Og við ætlum að klára að hitta öll stóru fasteignafélögum í tengslum við þá vinnu sem við erum í núna. Við erum búin að hitta hérna yfirmenn fasteignamála hjá sveitafélögum. En ég held að með sveitafélögum og þessu stóru fasteignafélögum er maður að ná, ég veit ekki hvort það er 70–80% af massanum. En okkar tilfinning er svo að þessi stóru fasteignafélög, þau eru náttúrulega komin á fljúgandi fullt fyrir löngu síðan. Með svona eftirlitskerfi, með gæðastjórnun á sínum málum og farin að taka á brunamálum. En þetta er bara eins og ég var að segja það, sko, þau eru ekki komin alveg á þennan perfect stað. Ég held að það hafi mikið gerst til dæmis bara síðustu 2–4 árin, sko. Þannig að ég sé ekki til dæmis að þetta sé á neinn máta hjá þessum aðilum vanræksla eða sinnuleysi eða eitthvað. Og svo væri maður líka í samtali við þetta fólk að auðvitað er náttúrulega þeirra heimur miklu flóknari kannski heldur en við höldum, sko. Ég enda líka að það geti allir lært af svona brunum, þú veist, alveg sem hvar þeir eru í kerfinu og þessi alltaf einhver lærdómur og eitt er varðandi, eins og við vorum að tala um reyklosun og svoleiðis, að varðandi þessum aðlofti iðnaðarhúsnum, þegar menn að nota það þurfa að vera sjálf, frekar heldur en sko, menn eigi að opna hurðir út til þess að hún virki betur í upphafi, þá kannski við þeirra minna brunaála og reyklosun myndi virka betur, sem hefði kannski alveg passað þarna inn. Og það er hægt að finna fullt af punktum sem allir geta svona íhugað, sko. En Jón Viðar ætlar að fá að enda þetta fá að segja nokkur orð og við bara, sko, þessi vafasami heiður að fá að eiga bruna ársins er svolítið svona að maður staldra við og sem betur fyrir höfum við ekki átt bruna ársins á hverju ári því að við teljum þetta engan sérstaka heiður. En þeir fóru vel í gegnum slökkvistarfið og Bjarni síðan í gegnum forvarnarliðina. En það sem ég var dálítið hugsi yfir voru rauninu spurningarna eigin nægilega ekki búin til þess að slökkva þetta. Við eigum ekkert að þurfa að glíma við þetta. Þarna erum við staddir á þeim stað, við höfum áhyggjur á okkar starfsmönnum. Og ég þakkaði bara fyrir að ég misti ekki mann í þessum bruna. Ég þakkaði fyrir að ég Hvaleyrarbraut líka. Það þurfti að senda mann á sjúkrahús líka. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að staldra við. Bjarni kom inn á nokkra hugmyndir sem er í gangi núna hjá okkur. Við hittum forstjóra tryggingafélagana eftir Miðhraunsbruna. Við hittum forstjóra og starfsmenn líka hjá fasteignafélaginu. Og ég tek undir sem Bjarni að lýsa að það er mikill vilji að gera betur. En við verðum að staldra við núna því að það er ekkert slökkvilið sem á að vera hannað fyrir þessa hluti. Það er bara alveg á hreinu. Og hvort við kaupum hitt eða þetta eða eitthvað annað, það skiptir ekki máli. Við erum í öllu þessum bransa öll einhvern veginn glíma við þetta. Menn eru að koma að ráðgjöf varðandi eldvarnir, menn eru að koma að fasteignafélögum, menn eru að koma að tryggingunum, menn eftirlitsaðalega með brunavarnarbúnaðinum og allt þetta. Þarna verðum við að stíga niður. Við höfum stigið niður gagnvart vatnsvöðakerfunum. Þar erum við komin á betri stað heldur en við vorum fyrir nokkrum árum síðan. Þetta hafði þau áhrif á okkur og líka í raun og veru ný reglugerð eldvarnaeftirlit sem er afskaplega góð og jákvæð, fínar ábendingar þarna. Þarna er raun og veru bara að vera að ramma inn hluti sem voru í lögunum en við höfum ekki alveg farið eftir. Það er ekkert sem vantar í lög eða reglugerð til þess að hafa hlutinni betri. Ekkert. Við erum að kollvarpa okkar verklagi til þess að reyna að koma í veg fyrir svona hluti.
og meðal annars verður fyrstu spurningarna sem menn fá þegar við komum með eldvarnaeftirskoðun húsið samkvæmt aðaluppdráttum, hefur farið fram breyting á notkun á húsnæðinu, hefur farið fram öryggisúttekt eða lokaúttekt, og þetta eru spurningar sem viðkomandi þarf að svara og leggja fram gögn því til staðfestingar áður en við förum að taka inn í eldvarnaeftirlitið. Og ég á því að við þurfum að eiga dálítið náið og gott samtal þessa hluti núna á komandi mánuðum. Og ég trúi því að allir vilji gera breytingar til þess að komast hjá þessum hörmungum sem við erum búin að ganga í gegnum. Og við munum reyna að funda aftur með fólki, því að við höfum það markmið hjá okkur að við ætlum að stíga fram í þessum málum allavega á okkar svæði. Þetta gengur ekki lengur. Það þarf að hlæja okkur út í heimi. Tryggingafélögin lendi í því að menn spyrja hvað brennur allt þarna upp á þessum klakar. Með Miðhraun, ég maður rétt að það kom bara spurning, Miðhraun aftur? Þá var þetta Miðhraun annars út á landi, ég maður rétt sem kveiknaði líka þetta. Þetta er orðið svona umhugsanvert fyrir okkur hvert við erum að stefna. Ég held að við verðum að taka okkur saman og ganga í sömu átt. Allan eftir fundum með forstjórum tryggingafélaganna þá skynjaði maður mikinn vilja að gera hluti og við líka skynjum dálítið það að okkar ábyrgð kannski dálítið leiðavagnin sem við ætlum að reyna að gera, eða draga vagnin á maður segja. En við spurnum líka þeirra spurningu á þessu fundum, eigum við kannski bara gera ekki neitt, halda bara áfram á þeirri braut sem við erum núna. Svarið við þeirri spurningu öllum var nei. Þannig að við þurfum að gera eitthvað því við eigum ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því bruna eftir bruna öryggi okkar starfsmann. Það er bara ekki boðlegt. Og ég er ekki að skamma ykkur þetta, en ég held að hver og einn viti að það er hægt að gera. Er það ekki? Ekki það að þið þurfa að segja já. Þetta er bara hluti sem verðum, eins og til dæmis menn að breyta notkun og því komið á höndunum einhvers heyrðu, fyrirgefðu, farð þú núna til byggingafulltrúa og tala að það. Þá get ég líka að tala fyrir. Eða við skulum kannski koma saman. Þetta er dálítið umhugsunarefni að þurfa að taka á móti svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, hlutverki að flytja fyrirlestur bruna ársins sem var bara alveg skelfilegur. En það var margt sem var með okkur, enn og aftur veðrið. Minnumst það Hringrásar þegar veikurinn lagði út á sjó þar. Álfsnes lagði út á sjó, þarna fór hann upp og var eitthvað aðeins að firra lengst í burtu. Eitt stærsta fyrirtæki landsins var við hliðina. Marel. Getur ekki ímyndað eitthvað að reykinn var lagt niður og lagt yfir Marel. Þá væru allir upp á afturlöpunum núna þegar þá væri með þetta fyrirtæki sem ef það hefur farið í einhver vandræði sem hefur haft áhrif á allt samfélag.